Slæmt tap hérna á móti Þór og Akureyri. Hvað er að segja eftir þennan leik? Það er slítið bara. Það er bara að segja alveg sér. Bara ótrúlega mikið vonbrigði frammistaðan. Já, bara óboðleg. Þórsararnir baráttuglaðir og bara kröftugir og já, miklu betri á öllum sviðum leiksins í dag. Já, Þórsararnir voru að spila bara mjög flotta vörn, en þið voru nú samt alveg að finna ágætis færi, en það bara vildi ekki Doni. Nei, það er alveg góða punktur sko. Við vorum alveg að koma okkur í þessa ágætu möguleika en við hittum ekki neitt utan að velli og töluðum reyndar það fyrir leikinn, svona bara gameplanið þeirra væri svolítið að reyna að pakka teginn, en við þurftum að fara dýpir í okkar sóknarleik og reyna að koma okkur upp á spjald og við þessi fáu skipti sem við gerðum það í fyrri hálfleikum þá fengum við fínu færin og Hester var að skora sín stig meira og minna þannig en einhvern veginn freistuðumst allt og oft í það að fara í þessi millifæri skot sem eins og segja, við vorum búin að tala að reyna að koma okkur nær hringnum og koma okkur svona í betri rytma, sérstaklega í upphafi leiks. En svo þegar menn hitti ekki úr galopnum skotum aftur og aftur þá vildu það upp á sig og sjálfstraustið virtist bara að nulli meðan þeir voru að skjóta svakalega hárri prósentu bæði tveggjarstæða og þriggjarstæða sem að náttúrulega ásakast kredit á þá en varnarleikurinn okkar aflitur. Þannig að það er svona helst í hendur. Já, Kyle Johnson spilaði þessum fyrsta leik hérna í dag. Hvað hefur hann að færa fyrir liðið? Helling. Í dag náttúrulega bara einhver rytma, fyrsta æfingu í seinnipartinn í gær og hann þarf bara að komast inn í okkar leik og við erum kannski búin að vera í þeirri stöðu þrisvar á síðustu vikum að vera að fá inn nýjan mann og það er erfitt að ætlast til þess að þeir séu að fara að sigra heimið fyrir okkur þegar þeir eru nýkomnir á parkettið. Þannig að við vitum alveg nákvæmlega hvað hann getur í körfubolta og hann á eftir að styrkja okkur þeirra fram í sækir, en einhvern veginn er maður ekki mikið að hugsa út í það núna. Maður er fyrst og síðast áhyggjufullir bara yfir andleysinu og lélegheitunum sem við erum að bjóða sjálfum okkur og okkar stuðningsfólki og bara þeim sem eru á bak við okkar félag upp á í dag. Það má ekki misskiljast, þóslið bara full virðinga þá, en komandi út tveimur tapleikjum þá átti ég von á því að fá mína menn brjálaði hérna og með stórt hjarta, en einhvern veginn urðum við undir í öllum þáttum leiksins og baráttunni klárlega. Eins og segir, þetta er núna þriðji tapleikurinn í röð. Hvað þurfum við að gera til þess að ná sigrinum? Já, það er heilmargt. Ég ætla ekki að taka frá þér kvöldið til að tala frá þessu leik, þá er það bara algjörlega, ég meira og minna allt það var ekkert jákvætt í okkar leikinn í dag svo til. Þannig að hugafar, barátta og svo get ég farið í gegnum allt, vörn og sókn. Við vorum bara á okkar daprasta og kannski eini kosturinn í því að þegar þú skellir í botninu, þá er bara ein leið, það er að spilna sér frá honum. Ég held að við höfum sannarlega dundrað okkur á botninu í dag, bara sem maður segir bara eins og því að ég veit að mínir menn eru ekki tilbúnir að kaupa svona frammistöðu og eðlilega ekki fólki okkar heldur. Takk fyrir.